Og þarna tekur eigandinn Gunnar Arnarsson sprengju til kostanna. Og þarna sjáum við þá hryssu sem stóð efst í sínum flokki. Þetta Flipa frá Nýjabæ og Reynir Aðalsteinsson. Og þarna kemur Glæsi hryssan og hæfileikar hryssan, Venus frá Skarði í Landsveit, Setina Sigurði Matthíasinni. Tvær hryssur kepptu til fyrstu verðlauna fyrir afkvæmi. Í öðru sæti var Vordís frá Sandhólaferju. Hennar þekktasta afkvæmi ef til vill stóðhesturinn Adam frá Meðalfelli. Í dómsorðum segir Vordísi: afkvæmi Vordísar eru fremur fríð með ljúflegan og góðan svip, langan og reistan háls og góða yfirlínu. Bolur eru full þungur, einkum brjóst. Afkvæmin eru fjölhæf, töltið best, viljinn heldur linur en lundin þæg og þjál og eru afkvæmin prúð í reið. Þarna eru komin afkvæmi Gnóttar frá Brautarholti. Í dómsorðum Gnótt segir: afkvæmi Gnóttar eru svipmikil og fríð, hálsinn reistur, bakið beint, lendin mikil, eru jafnbyggð en fremur bolmikil, fætur og hófar allgóðir. Afkvæmin eru mjög vilju og harðskeytt, fjölhæf á gangi, hágeng en töltið oft tvítakta. Þrjár hryssur kepptu til heiðursverðlauna. Í þriðja sæti varð hryssan Lipurtá frá Efribrú. Í dómsorði afkvæmi Lipurtáar segir að þau eru allvel fríð, reist með mjög góða yfirlínu, samræmi fremur gott og fætur traustir. Afkvæmin eru vilju og lundgóð, úrvalsvel töltgeng, flest fjölhæf og fara vel í reið. Þarna fara afkvæmi Lipurtáar frá Efribrú. Og í öðru sæti var Glókolla frá Kjarnholtum. Í dómsorðum afkvæmi Glókollu segir að þau séu kjarkleg en ekki fríð, meðalreist, herðar góðar, bóar vel settir, bakið gott, lendin falleg. Eru jafnbyggð en ekki létt, fætur þokkalegir, nokkuð snúnir í kjúkum en hófar góðir. Afkvæmin eru flest frábæra gangrými, viljinn harður, lundin traustin ekki hlý, framgangan aðsópsmikil. Glókolla gæðingamóðir, hún hlýtur annað sætið. Og þarna fer hennar þekktasta afkvæmi stóðhesturinn Kolfinnur frá Kjarnholtum. Og fyrstu heiðursverðlaun hlýtur Sjöfn frá Laugarvatni. Í dómsorðum afkvæmi Sjafna segir að þau séu fríð og prúð, með grannan háls, bakið beint, lendin jöfn og fínleg, samræmi allgott. Fótagerð traust og fætur fallegir, sæmilega réttir og hófar góðir. Afkvæmin eru vilju með nokkuð sjálfráða lund, fjölhæf í gangi og rúm og fara vel í reið. Sjöfn gefur fjölhæfa, fallega og traustbyggða gæðinga og hlýtur fyrsta sætið. Og þarna fer hennar yngsta afkvæmi, sinn fyrsta sýningarsprett og ef að líkun lætur ekki þann síðasta. Fremstur fer gæðingurinn Áki, undan Sörla frá Sauðárkróki, Dáð, svo Bleikkálotta og Börkur stóðhesturinn. Þá erum við komin í flokk 4 vetra stóðhesta. Þarna fer Páfi frá Kirkjubæ, sem efstur stóð í sínum flokki. Litfagur Glæsifóli, Oddur frá Selfossi og grípur vel í skeiðið. Þarna kemur Máni frá Raufarfelli, virkjamikill Glæsifóli og Þokki frá Gljúfri, Ölfusi. Fallega gengur aðeins 4 vetra gamall.
Og sá brúni Örvar frá Svignaskarði, setinn af Jóhanni Þorsteinsinni. Þarna fyrir Einar Öder með blésóttafólan Þokka frá Gljúfri. Og þá koma nokkrir 5 vetra stóðhestar og fyrstur fer Tígur frá Álhólum. Dreyrrauður glæsi hestur. Og sá Liljós Dagur frá Mosfellsbæ, setinn af Eiríki Guðmundssyni. Þá kemur helmingur frá Djúpadal, knapi Albert Jónsson. Krummi frá Kálfhóli til þessi brúni klár, knapi Leifur Helgason. Krummi fekk hátt fyrir byggingu, fallegu fóli, Börkur frá Laugarvatni og Þorkell Þorkelsson, undan Hrafni frá Holtsmúla og Sjöfn, heiðursverðlaunarhrissunni sem ég sá áðan. Og þarna kemur glæsi hesturinn Orri frá Þúfu, setinn af Rúnu Einarsdóttur. Fádæma glæsilegt tölt þetta. Þá sjáum við Trostan frá Kjartansstöðum, setinn af Þórði Þorgeirssyni. Forkur frá Skarði og Kristinn Guðnason. Þarna kemur Trostan og miklu brokki. Og Rúna Einarsdóttir má vera brosleit. Orri frá Þúfu stóð efstur í flokki 5 vetra stóðhesta. Þá erum við komin í flokk 6 vetra stóðhesta og eldri og þarna fer hæfileikahesturinn mikli Reykur frá Hoftúni. Á glæsi tölti þá kemur annar hæfileikahesturinn Sörli frá Búlandi og Albert Jónsson og skeiða mikinn. Þarna eru topparnir 3, fremstur fer Toppur frá Eyjólfsstöðum, Sörli frá Búlandi og þá Reykur frá Hoftúni. Reykur fekk meðal annars 9,5 fyrir þetta skeið og sýnist manni ekki hafa verið ofgefið. Þetta eru miklar hreyfingar. Þarna fer topphesturinn Toppur frá Eyjólfsstöðum. Sá stóðhestur sem hæsta einkunn fékk fyrir byggingu. Setinn af Sigurbirni Bárðarsyni. Og þarna hampar Sigurbjörn sigurlaunum fyrir Topp frá Eyjólfsstöðum og við sjáum þarna efstu stóðhestana í flokki 6 vetra og eldri. Tveir hestar voru sýndir með afkvæmum, stóðhestar með afkvæmum. Það voru þeir Adam frá Meðalfelli og þarna hampar eigandinn bikar, þarna fer Adam sjálfur, fallegu skeiði og Einar Eljason eigandi. Og í fyrsta sæti með fyrstu verðlaun hlaut Stígur frá Kjartansstöðum. Þarna er annar eigandi Stígs, Þorvaldur Svinsson bóndi á Kjartansstöðum. Og Fríður hópur afkvæma Stígs. Og þarna fer Stígur á fljúgandi skeiði og dóttir hans Fiðla frá Hvolsvelli. Á laugardagskvöldinu í fallegu veðri var haldin kvöldvaka og þar fóru fram úrslit í tölti. Þarna eru þeir Ragnar Ólafsson og Pjakkur
Vignir Siggeirsson og Blési frá Hvammi, orðinn 16 vetra gamall, keppir enn. Einar Öddir Magnússon og Atgeir. Og Gunnar Arnarsson og Bessi. Og þannig eru þeir Sigurbjörn Bárðarson og Kraki frá Helgastöðum. Í íþróttakeppninni er það knapinn og reiðmennskan sem skiptir höfuðmáli. Og þarna fara þeir á yfirferðatölti, Sigurbjörn og Kraki. Og Gunnar Arnarsson og Bessi. Þarna reynir á styrk knapans, ekkert má fara úrskeiðis. Það er mikill glæsibragur yfir þessari sýningu hjá Ragnari Ólafssyni og Pjakk. Enda fór svo að þeir fögnuðu sigri að lokum. Ragnar Ólafsson og Pjakkur eru númer 1, Gunnar Arnarsson og Bessi númer 2, Einar Öddir og Atgeir númer 3, Sigurbjörn Bárðarson og Kraki númer 4 og Vignir Siggeirsson og Blési númer 5. Og þarna fara þessir glæsi hestar og þeim er fagnað innilega. Í unglingastarfinu er mikil gróska. Þarna erum við komin í yngri flokk unglinga. Þrátt fyrir harða keppni sýna þau fáaða og fallega reiðmennsku. Og það er teflt á tæpasta vað, ekki síður en hjá þeim fullorðnu. Enda keppnin hörð en drengileg. Þarna hampaði sigurlaunum Skenkur og Sigfús B. Sigfússon. Þarna erum við komin í eldri flokk unglinga, Reynir Aðalsteinsson og Vorsól. Maríanna Gunnarsdóttir og Kolskeggur. Og það fór svo að þau báru sigur úr býtum og í öðru sæti var Reynir Aðalsteinsson og Vorsól.